Komið sæl, ég heiti Ingibjörg Hjaltadóttir og þetta er fyrirlestur númer 3 það hvernig maður stofnar mat og líka aðeins lokadagsetningu matstímabils. Og það er ágætt að hafa við hendina bæði eyðublað og leiðbeiningabókina og þá er bara að hefjast handa og þú þarft að hafa aðgang að skráningakerfinu inn á þinni stofnun og það er svolítið misjafnt hvernig sá aðgangur er, þannig að þú kynnir þér á þinni stofnun og þá er bara að byrja á að opna kerfið og þetta kerfi er sérst hjá Stika, Interræ MDS 2.0 heildrænt hjúkrunarheimilismat og þegar þið opnið kerfið þá sjáu þið þennan glugga, þá þarf að slá inn kennitölu eða nafn íbúa sem á að meta og það þarf að byrja á því að innrita viðkomandi inn í kerfið. Þið leitið að Þið setið inn kennitöluna, ítið svo að leita og þá kemur venjulega upp þessi einstaklingur, þarna séu að nafnið mitt er komið upp, Ingibjörg Hjaltadóttir. Þá smellið þið á nafnið í listanum og síðan á hnappinn sem heitir innrita sjúkling. Þá fáið þið þessa síðu upp og þar eru komnar grunnupplýsingar Ingibjörgu og þið skráið inn eða setið inn á hvaða deild hún er og hvaða stofnun og það kemur sjálfkrafa dagsetning innritunar og síðan er ýtt á hnappinn innrita. Og þá fáið þessa síðu upp og þá má stofna mati, þá smellið á hnapp sem er lengst til hægri og heitir stofna mat. Og þá kemur þessi síða sem býður okkur að velja á milli hvort við viljum gera stuttræ hjúkrunarþjónustumat eða langtræ hjúkrunarþjónustumat og við smellum í langtræ mat, til að gera heilt mat og síðan er smellt á stofna mat. Þá birtist mat, opnast mat fyrir Ingibjörgu og það stendur þarna fyrir aftan að þetta er langtræ hjúkrunarþjónustumat og þið sjáu þarna allar rauðu bólurnar að það kemur rautt fyrir framan hvert kafla eða hluta heiti og þegar búið er að fylla út allar upplýsingar í hvern hluta eða kafla þá breytist þessi bóla og verður græn. Og þarna er fyrsti hlutin sem er AA, bakgrunnsskráning og það er byrjað að slá inn upplýsingum en þið getið svo hoppað á milli smellið bara á kaflaheitin þarna vinstra megin og getið þess vegna smellt á E-kaflan sem heitir hugarástand og athyglismunstur og klára þann kafla og svona getið þið hoppað á milli og þið sjáuð að þeir kafla sem þið ekki búin að klára alveg að þeir eru alltaf rauðir með rauðri bólu. Og hérna er þessi lokadagsetning matstímabils, hún er undir kafla A, persónuupplýsingar og þarna hefur verið valið að lokadagur mats er 11. mars og þá er svo dagsetning komin inn og allir sem eru að afla upplýsinga einstaklingin miða við þessa dagsetningu. Takk fyrir.